kvöld, góðir áhorfendur, og velkomnir með okkur þeytingsfólki hingað í Snæfellsbæ, nánar tiltekið í hið myndarlega félagsheimili Klif í Ólafsvík. Allt frá því að Laxness skrifaði bókina Kristinn haldundi jökli að þá hefur öllum landslið verið ljóst að hér er alveg stórkostlegt að vera og magnað umhverfi. Eruð mér ekki sammála hér? 1, 2, 3, 4! Og þá er komið að því að við bjóðum stjórnanda þáttarins sérstaklega velkominn. Í þetta skipti er það engin annar en gestur Einar Jónasson. Gjörðu svo vel. Hvað á það að þýða að byrja þáttinn svona drungalega með svona tónlist? Hvað erum að vera? Þetta er ekki drungalegt, gestur minn. Þetta er bara þetta mögnuða áhrif frá jöklinum. Það verður bara svona, finnur þetta ekki? Já. Gott kvöld og komið í sæl. Hvað er að ske hérna? Hvað er að vera hér? Magnús minn, er þetta á þínum vegum? Nei, gestur, þetta hlýtur að vera á þínum vegum. Heyrðu, er þetta geimveran sem Þetta bregst illa við áreiti. Er þetta geimveran sem átt að lenda hjá okkur hérna fyrir löngu síðan? Já, ég veit það ekki, og að forvitnast eitthvað það. Það er tónlistin, gestur, það er tónlistin, það er lykillinn. Byrju, ég ætla að gá, sérðu? Já, veistu hvað hún sagði? Nei. Hún sagði að hún væri komin hérna og hefði lent á jöklinum og væri að leita Gulla Bergmann. Gulli Bergmann býr hinum megin við fjallið, at the other side. Byrju, ég skal túlka þetta hérna. Já. Ætlar þú að vera með okkur hér í kvöld, tonight? Hvað þýðir þetta? Hún sagði þessi vera að hún ætlaði ekki að vera með okkur í þættinum í kvöld en vildi fá að komast í tertuna hérna á eftir. Já, það er möguleiki, en... Allt saman byggist þetta á einhverjum geimverum hérna. Þetta er nú fyrsta græna veran sem ég hef séð sinni ég kom hingað í Snæfellsbæ. Komið þið sæl og blessuð og takk fyrir móttökuna sem við fengið hér í þessum reyk. Þetta er jökulþoka. Þetta er jökulþoka. Það er Magnús, hverjir spila með þér í kvöld? Er þetta ekki menn af staðnum? Jú, þetta eru strákarnir í hljómsveitinni Extra eins og allir sjá. Viljið þið sjá þá? Þið sjáu það kannski einhvern tíma seinna bara. En sjálfur heiti ég Reyk Charles. Þið sjáu hvernig þetta er, en meðan ég reyni að ná andanum og losa mig við hennar reyk, þá ætlum við að skoða hér sumarmyndir af svæðinu. Ekki allar, gestur. Bara sumarmyndir? Bara sumarmyndir, já. Við skulum skoða þær. Gjörðu þið svo vel. Við erum stödd í Snæfellsbæ. Landsvæði Snæfellsbæjar nær frá Lágafellshyrnu, nokkuð vestan Straumfjarðarár, allar götur fyrir Snæfellsjökul og svo inn með Breiðafirði að norðan í Búlandshöfða. Í þessu héraði er sögusvið Bárðarsögu Snæfellsás, Víglundarsögu og Eyrbyggju og á staðarstað var eitt höfuðból Sturlunga. Við ströndina voru og eru fengsæl fiskimið og hér áður fyrir var sótt til fiskjar næstum úr hverjum vogi þar sem báti var á flot komið. Nú eru útgerðarstaðarnir Ólafsvík, Hellissandur, Rif og Arnarstapi. Landslag þessa svæðis er mjög fjölbreytilegt. Gróið undirlendi Staðarsveitar og Breiðuvíkur, víðagirt hvítum breiðum sandfjörum og gróðurlítill en litskrúðugur Snæfellsfjallagarðurinn að baki tekur vel á móti ferðamanni sem kemur að austan, til dæmis þjóðveginn frá Reykjavík. Í vestri gnæfir Snæfellsjökull í allri sinni tign og blessar yfir ferðalanganum alla leið út fyrir jökul og kveður svo frá mikilfenglugu sjónarhorni við bæjarmörkin í Búlandshöfða. Búðasvæðið, Breiðuvíkin og ströndin við Arnarstapa og Hellna eru þekktar ferðamannaslóðir. Á þessu svæði eru góðir gisti- og þjónustustaðir, hestaleiga og svo koma Hótel Búður og Snjófell á Arnarstapa en þaðan eru skipulagðar skíða- og sleðarferðir á Snæfellsjökul. Ströndin frá og með Hellnum í Bervík er margbreytileg
eins og allt landslagið þar í kring. Bárðarlaug merk náttúruperla, Laugarbrekka, Svalþúfa, Lóndrangar og Hólahólar eru vinsælir og fagrir viðkomustaðir. Góður vegur á Djúpalónssandi en þaðan ekki löng gönguleið í Dritvík. Víðar eru svo vegslóðar að ströndinni. Þegar kemur norður úr Beruvíkinni koma tveir góðir útvegir. Sá fyrri liggur upp að Jöklu Eysteinsdal og hinn að Öndverðarnesi. En frá þessum vegum liggja áhugaverðar gönguleiðir. Gamla pakkhúsið í Ólafsvík og sjóminnagarðurinn í Hellissandi eru heillandi og áhugaverð söfn sem gaman að skoða. Sundlaugar eru bæði á Hellissandi og í Ólafsvík og góð gistiaðstaða einnig á þessum stöðum, gistihúsið Gimli á Hellissandi, Hótel Höfði og gamla gistiheimili Ólafsvíkur í Ólafsvík. En hverfu nú aftur inn í félagsheimilið Klif þar sem gestur bíður ásamt gestum. Og þá erum við búin að koma geimverunni áleiðis yfir í fjalli til Gulla Bergmann og hreinsa húsið svona að mestu. En ég ætla aðeins að benda ykkur hér á tertuna sem við höfum fengið. Hún búin til á staðnum hér eftir því stykki sem lendi hér upp á jökli eftir því sem sagt er. Þetta geimskip. Þetta snýst allt einhverja fljúgandi furðuhluti. En hingað kominn Ásbjörn Óttarsson, bæjarfulltrúi, útgerðarmaður, sjómaður, stýrimaður, ég veit ekki meira. Vertu velkominn. Varst að koma í land eða hvað? Já, það stutt síðan, já. Og fórst eldsnemma í morgun náttúrulega? Nei, svona, við fórum sjölitið. Já, það ekkert allsnemma? Nei, það svona bara venjulegur. Er það venjulegur tími? Bótaferðartími. Já, það? Já. En staðurinn hér sem við erum á, Ólafsvík, Snæfellsbær, þetta náttúrulega tengist allt sjónumerkir. Jú, meira og minna. Hér hefur náttúrulega okkar aðal afkoma þeir sjávarútvegur og því sem hann skilur okkur á land. Og byggðin hér á svæðinu, hún þá náttúrulega bara þess vegna sjávarins og aflan sem á land berst? Já, hún hérna eingöngu vegna þess út af því að hér voru miklir útgerðarstaðir, hér allt í kringum nesi þegar áður fyrr og mikil sjósókn og síðan hefur þetta náttúrulega dregið saman á seinni tímum í stærri og færri einingar. En nú eru tiltölulega margir þéttbýlisstaðir á ekki stærra svæði? Hérna? Já. Já. Það gott að róa hérna fiskjar og sjórinn hefur gefið okkur mikið og vel. Þannig að hér hefur fólk byggt og verið eftir. Einhvern tíma hefur nú verið stutt á miðin hér? Já, og enn. Og enn? Já, það stutt á miðin. Hvað ertu lengi að fara til þess að komast á sæmileg mið? Já, við erum allt frá því að vera bara svona 10 mínútur korter og upp í kannski 2 tíma, 2-3 tíma. 10 mínútur korter? Já. Það náttúrulega þorskur sem þar og hann megur náttúrulega ekki veiða hér. En farið þá ekki bara í kaffi í land? Nei, það nú ekki svo gott, því þá lendum við náttúrulega í því að vaska upp heima, þannig að við bara gerum þetta út á sjó. Þá miklu betra að vera á sjónum? Já. Og svo náttúrulega best þessi fiskur á land og þá það náttúrulega verkan, þannig að það eru allir í fiski eða hvað? Já, meira og minna. Það snýst náttúrulega aðalega það svo náttúrulega ýmislegt þeirra sem þjónustu greinar í kringu sjávarútveginn og það sem hér fyrir. Eru mörg ykkar hér í salnum sem vinnið í fiski? Já, má ég sjá hendur á loft? Já, bjarga þjóðarverðmætum, þið eru topp fólk. Er það ekki annars? Er þetta ekki fólki sem að bjarga landinu? Það það sem vinnur í fiskinum? Jú, ég hef haldið það að Íslendingar lifa á sjávarútvegi eins og við hér, en það nú vist ekki allir sem að vita af því. Og það nú hálf svona sérkynlegt þegar fólk að tala um fiskvinnslur og fiskiðina, en að til dæmis eins og maður segir, eins og Þórður og Dagur segir, þarna á Malbikinu fyrir sunnan. Þeir halda þar að peningandi verið til í Seðlabankanum en þau varu nú til út í þessum sjávarplossum. Já. Ertu bara fann að skjóta á Seðlabanku strax? Nei, ég var nú ekki því. Þú ert pólitískur í fyrsta viðtali bara? Nei, það nú ekki satt hjá þér en það eins og að peningandi verið ekki til þar. Ég ekkert að skjóta Seðlabanku sem slíkan en það kannski ekki allir sem vita það að við lifum á sjávarútvegi og það rundist að atvinnugrein Íslendinga þó svo að mörgum hverjum finnst nú ekki mjög aðlaðandi. Það er svo margir sem að vinna í fiski og vinna að þessu sjávarfanginu að þeir tala það að það veit ekki allir, bara tiltölulega lítill hluti að þetta er svo stór undirstöðu grein. Já. Hvernig óskapunum stendur á því? Já, það hlýtur að vera þannig að þjóðin er þó bara, vitlaust kommentir það á hverju við lifum. Þetta er bara slæm endun? Já, það má kannski orða það þannig á. En fólkið sem að býr hér á þessu svæði, segðu mér svona í örstuttu máli, hvernig fólk er þetta sem er hérna í salnum og það sem býr hérna í kringum okkur? Þetta gott fólk eins og þú sér. Já. Nú, þetta, ég myndi segja hérna einkenni fólks hér í Snæfellsbæ að það er opinsgott og hreinskiptið og það slær hér gott hjarta.
Snær gott hjarta. Já, því að það engin vafi á því. Við skulum athuga hvernig slátturinn í hjörtum þeirra sem ætla að syngja fyrir okkur núna, því að hingað kemur blandaður kór. Fyrst var stofnaður lítill karlakór, síðan var stofnaður lítill kvennakór og það var ekki nóg, þetta var bara sameinað í blandaðan kór. Og það verður sungið hér úr Fiðlaranum á þakinu, ljúft fallegt lag. Stjórnandi er Ian Wilkinson og píanóleikari er Kay Wicks. Þarna hvarf af sviðinu blandaður kór, kvenna og karla héðan af svæðinu, úr Snæfellsbæ, Ólafsvík, eða hvað? Jú, þú ert stattur í Ólafsvík, eða ekki? Jú, ég tel mig vera það. Já, í Snæfellsbæ. En í Snæfellsbæ? Já. Er þetta nokkuð viðkvæmt mál, þetta? Ekki hjá okkur hérna heima, það kannski hjá einhverjum utanaðkomandi. Já, það gekk vel að sameina? Já, það gekk mjög vel. Já. Enda þessi kór sem var hér áðan, þetta var svona sambland af alls staðar á stöðum. Fólk víða að? Já. Þessi kór, er hann glöggt dæmi svona sönglíf og menningarlíf sem er hér? Já, það er mikið og öflugt tónlistarstarf hér á staðnum. Það er ekki nema að vona að þú segir þetta út í bæjarstjórn. Nei, veistu það, við stjórnum ekki tónlistinni við hérna, sko. Það eru tónlistarskólakennarar sem sjáum það. Við höfum svona öðrum hnöppum að hneppa. Já, það er ljúft að heyra það. En áður við förum lengra þátt í að spyrja þig, Ásbjörn. Veistu hvað þetta græna hérna sem er inn á milli í hrauninu? Já, þetta er nú mjög sennilega sko geimverur. Já. Og eftir því sem ég best veit að þá er þessi kaka og þessar verur hannar á Skúla Alexandersinni og Ómar Lúðursinni sem eru geimverur. Sem eru sko geimveru sérfræðingur okkar. Já. En þeir hafa nú eitthvað að ruglast á teikningunni því að ég sé að þær komast aldrei allar um borð og mér vitanlega þá lentur nú bara einu sinni. Þannig að eftir þessa dæma þá þurfti að koma 2 ferðir. En það hlýtur eitthvað skýring að vera því það. Magnús var að segja að það verður sætaferði bara á jökulinn. Já, það getur vel verið.
En nú erum við hér í þessu fallega félagsheimili sem ég tel að vera bara eitt fallegasta félagsheimili á landinu. Stórglæsilegt og leiksvið hér á bakvið. Er leiklistastarfsemi á staðnum? Er leikfélag? Já, það nú starfandi leikfélag hérna en það nú kannski ekki verið mjög öflugt undanfarið en það eru þó margir öflugir svona klúbbar hérna og það mikið hér Þorvaldsbót og Ásatíð þannig að þau fá alveg þessir góðu leikarar sem starfa hér að þau hafa alveg nóg að gera í því að sinna því og koma þar á fjallunar. Hugsaði vel unga fólki líka? Já, við gerum það. Góð íþrótta aðstaða? Já, hún þokkaleg en þó er það nú svona á döfinni að þegar að rúa var til hjá okkur hérna þá munum við reisa nýtt íþróttahús. Það eru ýmis þekkt nöfn úr íþróttaheiminum sem hafa komið einmitt hérna. Já, það eru margir þekktir sérstaklega á fótboltanum. Þorgrímur Þráinsson og Ólafur Adolfsson, Steinar Adolfsson, þetta eru allt gamlir Ólsarar og eins var Ásgeir Sigurðsson, hann átti ömmu og afa á Hellisandi og var þar mikið á sumrin, þannig að við erum nokkuð stolt af því á. Ásbjörn, snúum okkur að matargerðinni, það þarf að borða það líka. Já, mjög sennilega. Já. Gott kvöld, ágætu landar, já, við Íslendingar, eins og alþjóð veit, þá aðal atvinnuvegur okkar hérna í Snæfellsnesi, Snæfellsbæ fyrirgefiði, sjávarvinnsla á fiski, alls konar. Þess vegna höfum við ákveðið nú að kenna ykkur að sjóða ýsu með beini. Fyrst að sjóða kartöflurnar. Þær eru bestar úr garði grannans, taki það hver eins og hann vill. Suðutíf og kartöflum cirka 20 mínútur. Þá það blessuð utan kvóta ýsan, nýveitt af hetjum hafsins. Já, við eigum nóg af þeim, já, við hetjunum ekki ýsunni. Við tökum í sporðin á ýsunni, svona. Best að nota stólinn hníf úr einhverju frystihúsi staðarins. Brindana góðum ligara. Þess ekki nógu vel brindur. Hann hefur ekki verið nógu lyginn sá sem brindi þennan hníf. Jæja, það nú best að skera ýsuna. Já, nú, svo best að taka hana og skella henni í pottinn. Láta suðuna koma upp, svona, já. Já, svo tökum við smá slummu af stolnu salti og setjum í pottinn. Svona, já, slökkvum undir. Já, engin maður í Snæfellsbæ lætur bjóða sér ýsu með beini án heimabræddrar hamsatólkar af heimaslátruðu kvótalausu lambakjött og feigðalaginu. Nú, það ómögulegt að éta ýsu með beini án þrumara úr brauðgerðinni með þykku lagi af smjöri ofan á. Já, svo getur verið gott að drekka með þessu ískalda mjólk úr kunnum úr Staðarsveitinni. Nú, ölkelduvatn úr Staðarsveit, örlítið af geimveruvökva. Nú, svo getur verið alveg rosalega gott að skola þessu niður með heimilisylðanum á hellnum. Já, elska mín, ef þú borðar ekki fiskinn þinn, þá færð ekki stóra og sæta ugga eins og pabbi þinn. Já, það líf í matargerðinu á þessu svæði. Já, já. Heldur það sé alltaf svona í eldhúsunum hérna hjá okkur? Já, kannski mjög svo oft en þó nokkuð oft á byggla. Það verið að ýja að því að það að ná í kartöflurnar í garð náungans og stela saltinu hér og étið þið frítt hérna? Nei, við gerum það nú ekki en þetta nú svona kannski öfgar svona til þess að þetta virki. Aðeins að krydda þetta? Aðeins að krydda þetta. En borðið þið mikinn fisk? Fólk sem vinnur í fiski, borðið þið mikinn fisk? Ég held að það sé nú almennt já. Það nú kannski eitthvað harðað að minka með nútíma fólkinu svo að segja en það algengt hér. Þá þið komin í pitsurnar? Já, eða hvað þetta heitir nú alls saman. Já, já.
Ef að tengja þetta jöklinum, Já, já. jökull og fiskur fer þetta vel saman, það er orkan og jöklinum, það er orka á fiskinum, er þið ekki rosalega orkurík hérna? Já, við erum rafmögnu hérna eins og þú sér. Já. Já. Það var að tala um Hellnar. Já. Þar býr fólk sem að kemur Reykjavík, það vísur kannski á ekkert það sem að var verið að ræða hérna áðan. Það er í öðrum hugleiðingum hér. Já. Guðlaugur Bergmann og Guðrún kona hans, þau eru komin hingað flutt hingað úr erli hérna Reykjavíkur til að ná í kyrrðina og orkuna. Hvernig líst ykkur á svoleiðis? Okkur líst bara vel á það. Það eru allt gott fólki velkomið og ég held að sé nú að rækta hana andan og það held að það sé bara þið besta mál. Og hingað vill fólk koma til þess að skoða og til þess að ná í orkuna, en takkið þið vel á móti þessu fólki, getið þið gert það? Já, afskaplega vel. Afskaplega vel, við tökum vel á móti fólkinu, en er það ekki þín reynsla? Jú, það er mín reynsla af okkar sem að hér. Já. En fyrst verðum að tala um jökulinn, það er svolítið kuldi í jöklinum, það er ákveðin hljómsveit sem að hér er tilbúin til að spila, það er Klakabandið, þetta eru gamlir jaxlar sem ætla að spila fyrir okkur, en kottnungi menn, og leika hér lag sem að heitir Úr felum eftir Sigurð Höskuldsson og textan gerði Jón Bjarnason. Svona spilaðir hér. Kreftu nefan komd úr felum, krafta drittni vondum vélum, keyra á þig nið og braut, að duga, ekki drepast heldur duga, drífa sig af heilum huga, dómþólan braut. Já, lífið er hart og það eftir alvart og heldur er stutt í vonleysið svarta og þitt ekki berjast heldur hvítur bíður vansins rödd og hvítur bittur náð. Samviskan og segir ekki, sárið þolir engan ekki, sannleikurinn hjálpar þér að verjast, þar til enda skaltu berjast, einn og sjálfur máttu verjast, óvína her. Lífið er hart og það eflir alvart og heldur er stutt í vonleysið svarta að berjast, þar til enda skaltu berjast, einn og sjálfur máttu verjast, óvína her, óvína her. Gamlir vendir sópa best, er sagt. Gamlir hundar spila best. Alltaf væri munur ef að Magnús hefði svona menn með sér á Alþingi við að spila. Hann er bara með Árna Jónsson. Jæja, þetta var Klakabandið. Lengi lifir í gömlum glæðum. Þetta eru rokkarar. Já, þetta eru gamlir góðir rokkarar. Já. Þeir eru búin að rísa held ég 5 sinnum upp frá dauðum eins og að segja hérna. Þeir byrja alltaf aftur og aftur. Já. Þegar maður kemur á Snæfellsnes þá tekur maður eftir örnefnum sem eru mjög sérstök. Já. Eins og við segjum fyrir norðan dunkur. Dunkur? Já, dunkur. Já, og fleira hérna sem er á leiðinni þegar ég var að koma á alls konar skrítin nöfn. Af hverju er þetta hér en ekki annar staðar?
það er bara, hérna á Snæfellsnesi náttúrulega margt annað sem ekki annars staðar, þannig að það gefur auðvitað að það verður að skýra þetta allt eitthvað. Já. Og við höfum náttúrulega mikið hér á örnefnum eins og þú segir og það hefur verið einmitt að vinna mjög merkilegt starf á vegum klúbbsins við að örnefna merkja hér allt. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Já, þetta er mjög skemmtilegt og fræðandi. Örnefni, uppnefni. Já, Mér skilst að það sé sko slíkt safn af uppnefnum á Hellisandi að það er efni í heila bók. Já, veistu það, Þau eru hlæja. Já, þau hlæja? Já. Já, það er svona þegar menn segja eitthvað sem er ekki rétt á náttúrulega hlæðir fólk. Nó. Ég hef nú til dæmis fættur og uppalinn á Hellisandi. Ég hef aldrei uppnefnt nokkurn mann. Nei. Aldrei. En hefurðu dæmi svona skemmtilegu uppnefni? Dæmi? Já. Já, hvað er þátturinn langur hjá þér? Já, jú, það eru örgulega mörg dæmi en það er erfitt að gera upp á milli. Já. Ég var snú okkur á öðru, Reykjavík hérna hinum megin. Þið hafið málverki sem Reykvíkingar horfa á. Já, Snæfellsjökulinn? Já, á kvöldin. Já, við erum náttúrulega miklu meiri þar. Já, ég veit það. Við frá þá. Já. Dregur Reykjavík, dregur hún ykkur til sín? Nei, það held ég ekki. Nei. Ekki nema til þess að sinna sínu, svona eins og maður segja, fara í einhverja svona rettingar í Reykjavík sem að þú farið ekki þá þjónustu hér. Já. Og síðan held ég að yfirleitt að nú fljótt heim aftur. Ég hef heyrt það nefnilega að menn hafi sko farið til Reykjavíkur, prófað að flytja þangað og sest þar að og unnið en þeir koma alltaf aftur. Já, þeir koma alltaf aftur því að þeir missa kontaktu við það sem er að skeða. Já. Og það er eins og fólk sem er búið að kynnast í alastupp hérna í Snæfellsbæ. Já. Að það sækir alltaf á heimaslóðunar aftur. Það gerir það? Já, ekki alveg tímalaust. Og unga fólki sem að fer til mennta, kemur það aftur? Já, það náttúrulega kemur ekki allt í að það fólk sem að fer í að mennta sig, það náttúrulega hefur ekki sömu atvinnumöguleika hér eins og í höfuðborginni á þéttbýlis stöðum sem eru stærri. Nei. Þannig að það skilar sér náttúrulega sumt að því en annað ekki. Ásbjörn, kannast þú við hundslappardrífu? Já, ég veit að það eru 3 staðsetningar sem hafa staðið sér vel. Já. Sveita söngsveit, skils mér að sé kallað. Já. Og ætlar að leika fyrir okkur hér. Konan mín bakar og beitir og bráðum kem ég í land. Aflinn er ísa ekkert sem heitir og undirmálstoskur í bland. Á trillunum verðum við tæplega feitir en á togurum þar er það grann. Á togurum þar er það grann. Konan mín bakar og beitir og byrstir sig pirruð og örg. Ástandi bölva þjakar og þreytir og þorskurinn glötulífsbjörg. Heimilið örlitla hamingju veitir, háværu börnin mín mörg. Já, háværu börnin mín mörg. Konan mín bakar og beitir, bólgin og skítug og fín. Í bátinn okkar hún blótsyrðum hreytir og bölvaðan kallar mig svín. Hvar í fjandanum eru nú fiskarnir feitir sem fást ekki á línu til mín. Þeir fást ekki á línu til mín. Konan mín bakar og beitir, á bandögum drekkum við tár. Sögurnar kjaftast allar sveitir, svæsnar og draga mér dár. Helvítis grannarnir frekir og feitir, fiskuðu meira í ár. Þeir fiskuðu meira í ár. Konan mín bakar og beitir og baráttan versnandi fer. Blindfull á kvöldin hún bokkunnið þeytir og bölvar svo kjerfin og mér. Hafsins auður hamingju veitir, heillandi hvað sýnist þér. Hann er heillandi hvað sýnist þér.
Hundslappar drífa úr Staðarsveit að syngja sjómannslífið eins og þeir hér á þessu svæði. Það er komið nýr viðmælandi, Stefán Jóhann Sigurðsson, og ertu velkominn. Þakka fyrir. Varstu sammála þessum texta sem að þeir drengirnir sungu sjómannslífið? Já, sjómenn leyfa sér nú ýmislegt og ég hugsa að þeir bara tali frá hjartanu eða syngja frá hjartanu. Ferðamálið, það er stórt svæði sem að þið í rauninni þurfið að hugsa hér. Já. Ha? Já. Viltu nefna mér svæði sem að þið hafið? Já, ef við lítum á Snæfellsbæ, þá höfum við Staðarsveitina, þar eru ferðaþjónustu bæir og Langholt sem er gististaður og tekur á móti fjölda gesta. Nú síðan ef við færum okkur vestur fyrir jökulinn, að þá er það Búðir sem er sögufrægur staður og ákaflega vinsæll. Dregur til sín fólk vegna náttúru fegurðar og sjarmans sem þar er yfir. Nú Arnarstapi, hann er nú að verða öflugasti ferðaþjónustu staðurinn á svæðinu. Já. Nú síðan höldum við vestur fyrir jökulinn, Hellissandur. Þar er vaxandi ferðamannaþjónusta og síðan hér Jólasvík. Hér er mjög öflug þjónusta að verða, en það er sameiginlegt með þessum stöðum eða fólkinu sem rekur þessa þjónustu að það verður þeirra hugur víða að stækka við sig og geta tekið á móti vaxandi ferðamannastöð. Við trúum því að hann fari vaxandi hér á nesunu, meðal annars vegna þess að sum svæði landsins eru orðin fullmerktu. Þannig að það verður að finna ný svæði. En þetta er eina sveitafélagið á náttúrulega Íslandi og jafnvel í heiminum sem hefur jökul bara inn í miðju sveitafélagi. Já, við höldum því fram þar til annað kemur í ljós. Já. Og þessi jökull er náttúrulega líka alveg sérstakur. Já, það er náttúrulega alveg ljóst. Það er ekki aðeins að við segjum það. Heldur kemur það fram í hérna hjá spekingum Austurlanda til dæmis sem hafa skrifað þetta eldfjall. Já, já í gömlum sögnum. Gömlum sögnum. Já. Að það er mikil dögul yfir Snæfellsjökli og þó að þetta Austurlanda fólk viti ekkert hvar Ísland er, þá veit það Snæfellsjökul. Já. Og er þetta það sem að þið kannski ætlið í framtíðin að leggja mesta áherslu á? Er það jökullinn? Er hann númer 1? Ég held að það fari ekki til milli mála. Nú við höfum einnig fengið auglýsingu þegar að Jules Verne skrifaði leyndardóma Snæfellsjökuls. Það er náttúrulega stærsta auglýsingin sem við höfum fengið og hún gildir ókomna framtíð. Já, já. Hafið þið nokkuð fundið gatið þar sem þið fóru niður? Í sögunni? Nei, ekki er ég nú viss að við höfum hugmynd það. Já. Hins vegar höfum við gruna með þetta sé sama gatið eða sami hellirinn sem að Bárður Snæfellsás fór ofan í. Þegar hann var orðinn þreyttur hérna á mannlífinu undir jökli, þá fór hann niður í helli og sagnir hermað hann sé þar enn. Það er að segja orkan frá honum og hann hefur raun að verið eins konar átrúnaða góð sérstaklega sjómanna gegnum tíðina. Þú nefnir orku, við ætlum að snúa okkur á orku núna, ákveðinu orku sem hefur svona verið kannski pínleitu umdeild. En það er kynlífskönnun Rúmtaks sem er næst og það hefur komið í ljós og það er merkilegt að eftir því sem að vestar dregur á landinu, þar er meiri orka í þessum málum. Veistu það, þetta er sko ekki drugl. Nú, hvað er þetta þá? Þetta er könnun, háalvarleg könnun, en mjög skemmtileg. Hún tengist fólksfækkunin út á landsbyggðinni og fyrsta spurningin er hvort þú teljir að það geti eitthvað varðað þetta vandamáli eða jafnvel sporna við því á einhvern hátt ef að fólk myndi vera virkara í ástarlífinu. Ég veit það ekki hvað það myndi nokkuð fjölga þessu. Ekki að leyfa okkur að veiða bara meira, leyfa okkur að vera í svona aðeins frjálsari heldur en að vera í þessu helvíti orði. Þetta er bara niður hérna með helvítis afskiptinu sem að öllum. Svona, komdu, slættu hérna. Ég vil endilega hafa það. Jöfnvissi, ansvar. Er þú ekki svarni? Þá er ég að miða við hjón og barneignaraldri. Svona meðaltal. Þú miðar náttúrulega við að maðurinn sé heima eftir sjón. Já, það er náttúrulega eitthvað meðaltal hjá sjómannakonu líka. Þeir eru sannlega virkari í ástarlífinu þegar maðurinn er í landi og svo kannski líktur þetta. Ég segi bara svo, ég veit ekki, tvisvar. Ég myndi segja að það væri svona tvisvar til þrisvar í viku. Tvisvar til þrisvar.
Ég legg viku til grundvallar og hjón á barneignaraldri. Hjón á barneignaraldri, ungt fólk þá? Já, svona frekar ungt fólk. Og nú er maðurinn farinn. Já. Heyrðu, það væri kannski betra að spila hérna í brúninga, hann getur svarað svolítið. Já, það. Ég nægi hann á eftir, en Já, ég veit það, ég ætla kannski ekki svona þrisa sinnum. Þannig ef við miðum eina viku. 4 sinnum. 4 sinnum. Að meðaltali á viku? Já. 4 sinnum. Ég hef spilað bara hverjum dag. Þannig að þú segir bara 7 sinnum. Önnur spurningin er þú. Nei, ekki fara, þú mátt ekki fara, ég stend alveg fyrir. Þú ert svo þess. Heyrðu, önnur spurningin er þú. Hvað þú telur að meðalhjón, eða svona hjón á barneignaraldri, hér á Rifi, Hellisandi, Ólafsvík og nágrannasveitum, hvað þetta fólk njóti oft ástar saman í viku, ef við miðum eina viku? Ég veit ekki að þetta ekki einu sinni mánuði bara, ég get þú... Einu sinni mánuði? Ég hef ekki hugmyndu það. Nei, Hvað giskar á? 5 sinnum í viku? Heyrðu, ég hugsa sjálfins gott að þér að giska á það eins og mér. Nei, þú ert að giska, þú ert heimamaður, ég er úr Reykjavík. Ég er úr Reykjavík. Hún er náttúrulega mér gellingin, maður verða einu sinni á ári. Heldur fólk gerir það ekki jafn oft hér og í Reykjavík? Hvað er þetta? Það er bæta kynlífi. Þetta eru jurtadrópar, þetta eru yndisaukalyf. Já, þú getur fengið 2. Þetta hefur sem hana linsi þína. Já, sjáiði mitt fólk. Það er eitthvað kerfi á þessu eftir því sem vestar dregur, þá er það öflugur. Þeir eru í öðru sæti ásamt Blönduósingum. Þetta er flott. Þetta kemur okkur ekkert á óvart. Nei. Nei. Ef þú lest bók eftir Þórð Halldórsson og Dáverður á. Já, hann lýgur engu. Hann lýgur engu. Nei. Þá sérðu það í bókinni að mannlífið er gott og kynlífið er gott. Já. Og í sjónvarpsviðtali sagðist Þórður hafi verið getinn milli þúfna upp undir Snæfellsjökul. Þannig að orkan eykst eftir því sem ofar dregur. Já, en veistu hvað þeir sögðu á Höfn í Hornafirði, það segir lendur nú alveg sko neðan við öll velsæmi. Þeir sögðu það er ekki magnið heldur gæðin. En svona önnur aftreying ef við getum orðað það svo. Stefán. Þetta meina í ferðamálum? Já, í ferðamálum. Við skulum snúa okkur að ferðamálum. Já. Þetta er nú ekki ferðamál. Já, þetta getur nú hluta þeim. Já. Og ef að þetta er rétt sem Þórður segir, að þá hef ég trú á því að síendurtekna komur á Snæfellsjökul, það geta borið góðan árangur. Já. Svoleiðis að það getur verið gott fyrir þá sem að svona þurfa orkuna. Þegar maður er á leiðinni hérna upp nesið að svona verðu, þá kemur að Hítará og Hafnarfjarðará og svona fínu, dýru, flottu laxveiði ám. Hafið þið úr einhverju slíku að moða hér til þess að leyfa fólki að renna í? Já. Lax eða silungur? Við höfum hvort ekki. Já. Og við höfum líka sjónstofnveiðina. Já. Vatnasvæði hér til næst í Staðarsveit. Þar er bæði lax og silungur. Ákaflega vinsæl. Já. Stefán, gönguleiðir, manni sko finnst einhvern veginn að það sé nóg að fara bara í gönguskóna eða strigaskóna, labba svo út og þá maður komið bara eitthvað út í náttúruna hér. Eru gönguleiðir merktar hér? Já, það eru sumar eru merktar, en okkur vantar að gera átaki í þeim málum. Já. Vegna þess að það má segja við hvert fótspor, þá er einhver saga. Og það er svo magnað þetta svæði hérna, eins og þú raunar veist, að það hafa gerst svo margir atburðir, bæði góðir og alvarlegir. Hér hefur verið kingið magnaður kraftur og það hefur komið fram í mannlífinu líka, eins og til dæmis á liðnum öldum. Já, já, það er mikið. Og þó hún sé nú ekki að hæla okkur að því. Til dæmis dæmið með Axlabjörn. Já. Við náttúrulega erum búin að leggja þennan sið af. Við viljum taka á móti ferðamönnunum og gera allt það besta fyrir það. Já, þið hefðið ekki tekið á mér síðan ég kom. Nei. En þetta er bara einn sagan, eitt dæmið söguna. Hún er mjög sterk hér. Hún er mjög sterk. Já. Og heldur að fólk hér í salnum og fólk almennt á svæðinu
fylgist með henni og kynnir sér hana og hafa hana á hreinu? Já. Fólk mjög meðvitað það. Já. Bæði þessar sögur og svo náttúrulega ýmislegt annað eins og lygasöguna sem við fáum að sjá núna. Já. Þetta alveg lygilegt. Mér svo Ómar og Skúli í smóking. Já, helvítis kuldi hérna. Nei, ég að segja þetta alveg lygilegt hversu margt fólk saman komið hérna. Já. En hvaða helvítis pakk þetta? Hei, afi, hún var að segja að það væri margt fólk hérna. Já, nú. En hvað allir að gera hér? Það nú það sem svo lygilegt. Allt þetta fólk saman komið til að taka móti geimverunum. Ekki skil ég þetta. Það var nú ekki haft svona mikið fyrir hlutuna þegar ég var upp á mitt besta. Nei, það einmitt það stórkostlega við þetta. Allt þetta fólk skuli leggja þetta á sig að komingar. Hvernig ætlar að selja inn? Hvernig ætlar þetta fólki greiða þess að 200 krónur? Hér geta gjössamlega allir svindla sér inn. Afi, komum bara heim. Þú ekkert gaman að þessu kjaftaði. Selja inn, Villi minn? Það enginn að selja inn. Farðu bara heim. Þú hort á eitthvað gott í sjónvarpinu, hana hristinga, hvað hann heitir þarna þessi þáttur. Það sem alltaf að spyrja hitt. Komdu bara, komdu. Sleppa þú bara af, gæskan. Það nú ekki á svo miklu að missa. Það nú mikið að kemur eitthvað viti út úr þér. Ég held þú eftir að hugsa hluti sem merkilegir, Sigga mín. Merkilegir, einmitt, kannski geimverur. Já, það má nú vel vera. Hvað þið nú að kýta? Ekki neitt. Hún Jóna hérna heldur bara að vera allt rokkandi í geimverum hérna í jöklinum í kvöld. Glætans bætan, ég fara inn í bíl. Gerðu það, gæskan, ég kem eftir augnablik. Heldur að verði ekki mikil búbót fyrir bæjarfélagið að fá alla þessa gesti hingað. Það má vel vera. En ég hvorki get nefnir má taka þátt í svona vitleysu. Hvers vegna? Ég held að við ættum að ljúga þessu árlega. Það myndi sko bæta skuldastöðu bæjarins. Þeir veitir nú ekki að urnum þar. Ljúga, já ég sagði ljúga. Ég auðvitað trúi við í Snæfellsbæ ekkert á þessa geimverur. En hvað gerir maður ekki fyrir aurinn? Þið, jarðarbúar, eigið ekki að tala hluti sem þið hafið ekki hundvit á. Ég Spiti 1247 frá plánetunni Aleskút. Við erum að koma úr felum til að sýna mátt okkar. Lilli! Já, þetta svo sannarlega lygilegt. Þetta bara býsna gott, tvær geimverur í sama þættinum. En þið biður lengi eftir geimverunum. Fóruð þið? Nei, ég fór. Fórst þú? Já. Trúður þessu? Ég fór 94. 94, já. Fóruð þið? Já. Já. En af hverju segir þetta svona hægt og rólega? Já. Jú, ég fór nú eiginlega. Það var alveg ótrúlega margir sem fóru þarna. Já. Það var svoleiðis kraðaka bílum að þetta var nú að kvöldlagi og þegar það niður Eisteinsdal veginn niður þá var bíl við bíl, þetta var bara eins og ljósa ormur þarna langt upp undir. Var þetta ekki bara hálfið þjóðhátíð hjá ykkur? Já, það má segja það, en sko ég vil náttúrulega taka það að þó við séum nú svona að upphefið þetta svolítið svona til þess að lífa upp á mannlífið. Já. Þá þetta náttúrulega ekki aðalega það sem við erum að bjóða upp á. Nei, en þú talar upp á mannlífi, þú trúir þessu. Já, ég hef svo sem enga ástæðu til að rengja það að geimverur sé á ferðinni. Nei. Ég vil bara undirstrika það að fjölda margir hafa sótt undir Snæfellsjökul, eða já, við köllum undir jökul, fólk sem að íhuga, fólk sem að hugleiðir ýmsa hluti sem að við sjáum ekki dagstæðlega. Já. Það segist verða fyrir orkunni. Já. Fólk sem hefur komið og sér meir en við, það hefur séð alls konar litabrigði stiga upp á jöklunum. Og ég sé enga ástæðu til að rengja þetta. Sjómenn eru hjá trúafullir. Trúið þið þessu? Á geimverurnar? Já. Ég held við trúum svona passlega, sko.
En eins og Stefán Jóhann var að segja hér áðan að þá hitti ég nú daginn eftir að hann kom niður á jöklum þegar hann fóru þarna upp á skoða geimverurnar. Og hann svaraði mér nú til að hann nú bara verið að athuga hverjir aðrir hefðu verið plattaðir en ekki hann hefði verið plattaðir sjálfur. En jú, sjómenn eru hjátrúarfullir og sumir hverjir. En það er nú kannski svona heldur að draga úr því svona í nútímanum. En menn eru samfærið það að hérna áhrifin á jöklum eru mikil og eins og Stefán hefur sagt hér að bæði þessi frægu orð Þórs Halldórssonar frá Dagverðará að þá er núna í frumvarpi smíðum út af því að heilbrigðisráðherrann okkar er fyrsti þingmaður Vesturlands og þar er verið að flytja frumvarp þar sem á að pröfa að vera með hér láta fólk vera hér undir jökli og sleppa þessum glasafjölkunum. Það er svona nýtt fyrir okkur. Já, það sýnir svona í könnuninni. Já, og þessi sem voru í könnuninni eru sumir hverju mjög slappir, sko. Þannig að það var þarna einn landslýsmaður í þessari könnun. Já, ég sá það. En þá er komið að hagyrðingi. Þið kunnið það líka. Þið kunnið að yrkja hér og það er komið að hagyrðingi staðarins. Já, Bjarni Ólafsson, hann útskýrir þetta sjálfur, hver höfundurinn er, en hann er komin hérna, Bjarni. Gott kvöld, ég ætla að fara með nokkra vísur. Höfundur þeirra er bóndi og hann yrkir undir nafninu Kolur. Langt er síðan lifir enn, lítil saga minni í, þegar fáir fram á menn klaktu sig í rugli því, að upp á jökli ætti að lenda, undra verur geimnum frá, góðar sögur allvel enda, oft er gott í mál að spá. Upp á jökul flestir fóru, fyrir menn í vorri sveit, til að lifa stund þá stóru, stormurinn í nefið beit. Æðsti koppur í því búri, alþingi frá komin var, fyrir sjónum oft frá úri, efinn sárast hugan skar. Marga tíma máttu bíða, mikil var sú þrautin hörð, heim í bólið helst að skríða, hæst var von í þeirra hjörð. Vitleysunar vonar, vonda stríð, verst er að heyja fáir, maður uppsér alla tíð eins og maður sáir. Gestur Einar Galvaskur, genginn er í salinn, kunnur þjóðar kjaftaskur, konum ljúfur talinn. Þá er nú Kolur búinn, en það er eitt vísunhóð hérna eftir og það gengst nú eflaust engi við henni, allir verið ekki eigana bara sjálfur. Kynlífskönnun ágætt er, hversu oft menn ásta njóta. Má sér gleymis hve margar ferðir fer, ferlið er utan kvóta. Takk fyrir. Þetta er allt saman utan kvóta sem var sungið var þarna. En við vorum að ræða svona merkastaði hér á svæðinu. Stefán, sjómannagarðurinn. Já, það er nú 2 sjómannagarðar hérna í Snæfellsbæ. Já. Við hér í Ólafsvík erum með sjómannagarð sem er eins og sjómannagarðin á Hellisandi eign sjómannadagsráðs sem eru samtök útgerðarmanna hér og fiskvinnslustöðva, veit ég. Nú, við erum einnig hér með pakkhúsið okkar gamla sem við köllum svo. Mjög fallegt gamalt hús. Gamalt hús sem er friðlýst og var nú sett í stand þegar við héldum upp á 300 ára afmælið 1987. Nú út á Hellisandi sjómannagarður einnig og þar er gömul sjóbúð sem kölluð en ég kalla hana nú bara gamalt íbúðarhús, torfbær, vegna þess að ég var nú svo frægur að koma nokkurnum í þennan torfa meðan hann stóð uppi niður á sjáabakkanum, Þorvaldabúðina, og það var ákaflega mikil upplifun að fá að kynnast þeim húsakynnum. Þessi torfbær þarna upp í sjómannagarði, hann er sniðinn eftir þessu gamla búð og þar er einnig gamall bátur Ólafur sem er mjög merkilegur og er svona vísbending sjóróðrani hér áður fyrr.
Nú fleira sem að minnir á gamla tíman og menn eru hér áhugasamir það að varðveita það sem að minnir á gamla tíman. Já, annað sem að mig langar einmitt til að tala í því sambandi. Ásbjörn, það Þórður og Dagverðará var náttúrulega og landsfræg refaskytta, skaut þá sko kílómetrafæri alveg. Já. Þú ert refaskytta sjálfur? Ég? Já, það nú ekki að líka með Þórður og Dagverðará. Nei, en þú hefur líka þymt þeim. Segðu mér söguna af villingunum. Já, við erum svona að gulla við þetta, 4 félagar sem eru hérna æskuvinir og félagar og við förum í þetta svona smá stund af vorin. Nú, það sem að þú ert að tala þessa yrtlinga sem að þið held ég að tekið mynd af í sumar hjá Skúla og Erni, að það einmitt, við tókum með okkur heim 3 þegar við fórum inn í svona greni og einn lenti nú hjá velunnara félagsins sem að sér þetta. Steina Mávalíð sem við ferðum honum að gjöf og fórum með upp í rútinans. Nú, hinnir 2 lentu nú heima hjá mér og voru þar í kofa og þetta átti nú fyrst að vera í nokkra daga fyrir krakkana. En svo þegar þetta var búið við nokkra daga þá var nú vönd að ráða og þeir eru nú alls í 3 vikur. Og síðan þegar þeir voru búin að vera það þá fórum við með þá í mitt þarna út á Eyvindamér og þar voru þeir settir í greni og þeir voru þar alveg fram á haust og sá sem að sáum það þar og hugsaði að það var Skúli Alexandersson, fyrrverandi alþingismaður, sem mikill í prýði. Geimveru sérfræðingur? Hann geimveru sérfræðingur og mér kannski svona að segja aðeins frá því að hann taldi okkur trú á það að hann hefði verið gömul og fræg grenjaskytta á Ströndum og við trúðum því náttúrulega og síðan eftir að við settum hann inn í embætti þeir voru búin að vera hann í nokkra daga og þeir voru fannig að þekkja okkur og þegar maður kom hann þá gaggaði maður það út og þeir komu. En síðan eftir að Skúli tók við formlega og fór í fyrsta skipti að þá fór hann í daginn eftir og svo hringdi hann við dauðans opnað út á sjó og skipaði okkur að koma í land og við heldum að það hefði eitthvað stórkostlega ske. En þá hafði hann gaggað það vittulega að þeir sáust ekki í heila sólarhring og eftir og þannig að en svo gekk þetta nú allt áfaldalaust úr því. Og þetta var, fólk hafði gaman af og það voru margir sem voru farin að fara hana daglega til þess að færa þeim og sjá það og hugsa þá. En þá komið að tónlistaratriði til viðbótar. Það hljómsveit sem að kalla sig Extra. Þau syngja hér lag sem heitir Í kvöld. Ægir Þórðarsson og Þorkell Sýrusson, þeir sömdu lagið. Textan gerðu öll sem eru í hljómsveitinni. Gjörðu svo vel. Að fara svæðir óbyrði
Þetta var hljómsveitin Extra að syngja fyrir okkur lag svona alveg í lokin. Það ljóst að þið eruð miklu rockarar hér á Nesjum. Já, það eru miklu góðir rockarar hér. Miklu tónlistamenn? Já, hafa alltaf til verið. Náið í orkuna í jökulinn? Já, eflaust. Já, nú ætla ég að fara að gera það, nota þann tíma sem ég á eftir hér til þess að ná mér í orku úr jöklinum. Ég þakka ykkur kærlega fyrir setuna hérna með okkur, Stefán Jóhann og Ásbjörn. Takk kærlega fyrir. Gestur minn. Mér langar svo rosalega mikið til að færa þér þetta hérna, reyndar áttu ekki að eiga það sjálfur. Nei, þakka þið þá, það geta að færa mér það, er það? Nei, en ég ætla að biðja þig að fara með þetta í sjónvarpið. Þetta er orkusteinn á jöklinum og svo var hérna kona í plásinu sem að á hérna Blómavekk í Ólasvík, Friðgerður, það er svo fallit nafn, að hún bjóð þetta til. Já. Ég ætla að biðja þig að lesa miðan þarna. Sem að, heyrðu, orkusteinn, já, þetta bara, sko, orkuhlungur. Og á ég að lesa? Já, þótt að lesa þetta. Nú lesum við. Við færum ykkur þennan orkustein að gjöf og óskum eftir að hann verði varðveittur á skrifstofu framkvæmdastjóra Ríkissjónvarpsins. Er það einhverju sérstökum ástæðum? Nei, ekki af sérstökum ástæðum. Megi orkasteinsins veita ykkur kraft og sálarró, móttökunefndin. Kærar þakkir. Mér langar að færa þér hérna örlítið þakklættisvott fyrir hvað alltaf ægilega almennilegur og sætur. Heldur þú vildi lesa þetta upp átt fyrir okkur? Þá þarf ég að fá míkrófonin. Hann ekki byrjar að lesa samt fleiran. Hér stendur sko gjafabréf. Við færum þér að gjöf gönguferð með geimverum að eigin vali á Snæfellsjökli þegar það hentar þér. Heyrðu, býttu, hvað er að skoða? Heyrðu. Burstu með þetta hérna. Hún fær tert á eftir. Já, hún fær tert á eftir. Sitt! Magnús minn, ætlarðu ekkert að klára bréfið eða hvað? Klára bréfið? Ég meina, lesa það? Fara í gönguferð með... Já, þú ætlar að fara í gönguferð með geimverum? Eigin vali. Já. Það munar það. En, hvar erum við næst? Við verðum á Sauðárkróki. Sauðárkróki? Það er stuttur í það fara. Við förum alltaf stystu leið. Hornafjörður, hingað, Sauðárkrókur. Já, svona gengur þetta. Þetta er þeitingurinn. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir móttökurnar í kvöld sem voru yndislegar. Móttökurnar síðan við komum hingað og svona í lokinn þá ætla ég aðeins að tilkynna það að fallega tréð okkar, litla sem ennþá er lítið, það var gróðusett við pakkhúsið, hinum megin við gilið. Já, við gilið. Ég bið ykkur að passa það fyrir okkur. Það á eftir að vaxa og dafna og sækja orku úr jöklinum. Takk fyrir í kvöld og góða nótt. Má bjóða ykkur meira? Þetta var nú bara alveg frábært. Ég sagði ykkur að þetta væri fínt liðan. Þetta er pabbi maður, þetta smelt virkaði maður. Ég bara skellt þess á og svo náttúrulega, ég kólnaði það niður fyrst, svona stífnaði allir, en svo núna var bara verkurinn alltaf horfið. Þetta er þá kannski ekkert ferðamannaflokk, en það virðist allt vera það til aðeins.
fiskurinn og jökullinn og náttúrufegurinn bara rétt í bæjardyrum. Þú varst rifin með óþjóðslega fætt. Já, ég man nú eftir því þegar við vorum að slást hana. Það var svo mikil rígur á milli bæja. Menn rótuðu bara hvern annan, það var svo hressandi. Nú það allt búið. Hei pabbi, varst þú böggaður eða varst þú böggari? Hvað er að bögga? Svona, farið inn að sofa, nú var þessu. Inn að sofa. Allra nú hann inn, þú getur að geta þetta eftir allt Hvernig væri krabbi. nú að skella sér þarna vestur í sumar? Mamma, þú segir þetta eftir hvern einasta þátt. Svo förum við aldrei lengur inn upp í rúm. Ótrúleg fjölskylda.